en það engin peningur í því sko. Við höfum stundum verið notaðir í svona bíómyndir og þætti og eitthvað. Já, ok. Það oft alveg fínn peningur úr því sko. eins og hvað Við höfum verið í ófærð til dæmis, við vorum alveg reynda mjög fyndið sko, við vorum held að það var fyrsta serían eða önnur, allan að svona the premise í þeirri seríu var að það var eitthvað svona allir úkslega racist í bænum, eitthvað svona, ég man ekki hvaða seríu það var sko. Ég horfði á fyrstu seríuna, ég man ekki eftir. Nei, allir það var ekki númer 2 racist. þá, allan að það var hann að, og við fáum símtalið sko, bara við nota lag frá okkur í ófærð, við bara, wow, geggjað, segjum bara já, skilu og fáum bara borgað og allir sáttir og eitthvað, svo hittust allir horfa, þetta var alltaf sýnt vikulega náttúrulega bara í sjónvarpinu. Já. Og við hittumst allir og eitthvað, sitjum á ófærið eitthvað og allir að horfa þáttinn og svo föttu við eiginlega bara svona miðjan þáttinn bara eitthvað, við tjekkuðum ekkert, hvað allir að nota lagið í, sko. Já. Og þá þannig að það eitthvað svona get racist gæjar að keyra upp á okkur húsi og bara kasta kúk í húsið hjá okkur svona svertingi eða eitthvað skilur og þeir eru að hlusta á með sér í bílnum. Það geggjað. Og við vorum allir bara eitthvað svona racist music. Já, við vorum allir eitthvað heim í stofu eitthvað við erum kannski að tjekka þessu en þú veist, það bara partur af þessu sko. Vondugallinir þurfu líka að hlusta á Mér finnst það nefnilega fyndið að það mjög oft í bíómyndum svona vondugallin hlustar á metal sko. Já. En allir sem ég þekki svona metal, þetta allt einhverju lúða sko. Já. Sem bara mjög næst fólk, þetta bara gott fólk þetta ekki vond fólk. Nei, oftast allan Vondugallin hlustar á dubstep sko. Já, dubstep Það svo psychopatha music algjörlega